komið að reynsluboltunum. Þessi þáttur algjörlega ófyrirsjáanlegur. Maður reynir að manna hann með ýmsum og ólíkum hætti en í reynsluboltum fjöllum við fréttir líðandi stundar og tíðaranda og þjóðmál. Og það eru komin 3 góðir gestir eins og Endra Nær, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi Viðreisnar, vertu velkomin. Takk fyrir það. Svo ertu líka nemi Háskólans á Bifröst. Og Lárus, þú ert varaþingmaður Miðflokksins og svo ertu atvinnurekandi og þú ert Guðmundsson fyrir knattspyrnuhetja. Þetta fyrsta skiptið sem hún nær reynsli að kynna mig, sko. Þú har alltaf verið vandram að finna út úr í hverju ég er, en nú tókst það. Já, nú svo læri sem lifir. Og síðast en ekki síst, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og fyrrum pírati. Umhverfismanneskja mikil. Herru Lárus, til að byrja með, af því að þú ert hérna með íþróttaferilinn þér að baki, hefur þið gert eitthvað öðruvísi eða hefur verið Snorri eða hefur verið leikmaður Snorra þarna í 2 síðustu leikjunum í handboltanum úti? Herru, ég er búin að fylgjast með handboltanum bara frá því ég var svona lítill, sko. Og heilt yfir, þá var þetta alveg bara fínt mót, sko. Já. En við vorum í auðvöldu riðli og fengum svona tiltölulega létta mótherja með að við hinn riðli. Og mér fannst svona, sko, þetta var annarkvort on eða off. Annarkvort voru frábærir eða voru lélir. Og ég hefði viljað sjá mér að jafnvægi í þessu. Þessi 2 síðustu leikir, gátu við breytt úrslitunum gegn Dönum? Danir eru einfallega betra við en við gerðum gott mót þar, skilur. Við vorum að, sko, valda þeim vandræðum og þeir þoli ekki Íslendinga svo að það sé bara sagt. Og þeir voru mjög súrir með að ná ekki að, sko, vinna okkur með einhverju 10 mörkum, sko. Já. Ég verð að koma inn í þetta. Ég er náttúrulega margfaldur Íslandsmeistari í handbolta. Ég veit það. Já. Sko, mér finnst liðið vera núna getulega og tæknilega erum við á okkur krosskutum. Það sem við, og það voru náttúrulega frábær sprettir, sko, sem sýndu það, en það sem við þurfum er ákveðin stöðuleiki og ákveðið svona andlegt jafnvægi liðsins í álags svona, hérna, hvernig við náum að halda okkur og keyra okkur. Og það sem er svo gaman að fylgjast með Dönunum er það þeir hafa náð þessu. Það er bara konsistant ef ég má sletta hérna, ótrúlega flottur leikur og er ekki þessi sveifla sem að við búum við og svo náttúrulega hlakkar í manni sem að því að ég er alveg upp í handbolta og var Svíþjóð, sko, Grýlan. Já, einmitt, Svíja Grýlan. Já, ekki Ungverjarnir sem að er Grýlan núna, sko, eða Króatarnir. En sko, þegar að Svíja Grýlan var, þá var náttúrulega sama. Það voru þau með þeir þá, þetta var kallað lið, menna stöðugabolta. En núna eru þeir bara hérna eins og lítill korktæpi út á hafi og gamla íþróttakempan í mér er alveg, sko, sjá þessa Svíja. Sko, málið það, við eigum marga bestu handboltamönnum í heimi. Sko. Þetta er óvænt. Útspilið á þetta spjallina. Jú. Og ég er bara þannig, mér fannst við hefðum átt að ná í það mesta brósinu. Ég er bara fótboltamaður, sko, þannig að. Já, sko, Snorri er náttúrulega dvergur í reynslu í samanborið við þjálfara Dana og kannski er hann einmitt á næsta móti full þroskaður og þá er spurning hvort leikmannahópurinn verður líka svona sterkari. Er einhver sem vil gera athugasemd við val hans á fyrirliða? Nei, mér finnst, sko, ertu að tala um að hvort að Gísli eigi að vera fyrirliði? Ég bara tala hvort Ómar er rétti maðurinn. Já, ég held að sé ennþá rétti maðurinn, sko, þetta mun það breytast. Mér finnst Ómar vera svona síðri típa í að leiða liðið heldur en Gísli, sko. Gísli er svo mikill drifkraftur, Ómar á köflum inn í sér svolítið og ég sakna þess þegar hann er inn á vellum, hann skulle ekki öskra meira með hann og skipa hann fyrir og, þú veist, ég vissum að Gísli myndi gera það meira, sko. Kannski minna, jú. En það er fyrirlega að gera það ekki endilega, sko. Nei, horfðu þú á þessu leiki, Kristín? Nei, ég hef akkurat engan áhuga á. Nei, þannig að þú bara býður þolinmóð eftir næsta umræðu. Fyrirgeðu, ég skildi leggja þetta á þig, að hlusta á þetta. Við getum örugglega haldið áfram lengi, sko. Já, fram á kvöld, sko, En mér fannst við þurfa aðeins að gera þetta. Þetta er rétt, já. Þú komst með óvæntu útspil að setja okkur í handboltan. Óvænt útspil. Næsta útspil er ekki óvænt. Við höfum orðið vitni að hryllilegri reynslu drengja á heimili
og aldrei þessu vant þá hinn ítli aðili kona. Það oftar sem það eru kallar sem eru vondir. Bara svona aðeins að fá frá ykkur, byrjum á þér, Kristín Vala. Hvernig hefur þetta slegið þig? Mér finnst þetta bara ömurlegt. Já. Ég fer nú bara næstu því að gráta. Já. Þegar að fólk tekur að sér börn sem eru þurfa á hjálp að halda og fara svona illa með þau og berja þau bæði andlega og líkamlega bara þetta á ekki að eiga sér stað. Nei. Hefur þín kynslóð eitthvað velti fyrir sér hvort þetta var rússnesk rúlletta, hvernig við höfum til dæmis öll börnin sem við sendum í sveit og svo framvegis. Hefur orðið eitthvað uppgjör hjá þinni kynslóð og í þessu efnum? Nei, veistu það fólk sem ég þekki og fór í sveit, ég heyrði aldrei neina ljótar sögur af því og það var litli tími sem ég var í sveiti í Flóanum, það var alveg yndislegu tími. Já, en það samt alltaf fleiri og fleiri sögur sem að heyra og fólk ekki trúað og stelpur urðu vist fyrir mjög margar kynferðislegu ofbeldi. Já, einmitt. Þannig að við eigum svolítið, þetta vandræðalegur kapli, það ekki? Og svo sumir sem segja þetta sé enn að gerast og eftir 15 eða 20 ár þá fáum við úttekt á því sem að gerast núna. Má ég koma inn í þetta? Já. Þetta bara náttúrulega alveg hræðilegt. Já. Og svo það sem því að svo þetta náttúrulega bara áframhald. Við hjá borginni erum búin að vera að fara í gegnum mál sem eru vöggustofumálið. Já. Bæði fyrri úttekt sem við létum fara á stað fyrir nokkrum árum síðan og svo bara núna fyrir stuttu síðan vorum við að fá síðari sem þá á tímabilinu kringum 70 og við getum ekki lengur bara sett þetta á þetta langt í burtistan í tíma. Nei. Það ekki þannig og svo bara alls ekki og svo kemur þessi hræðilega saga upp núna frá þessum sveitabæ á Suðurlandi og þetta bara í nútímanum. Já. Og það sem að ég set svolítið með í fanginu við erum með einhverja menningu sem að fyrsta lagi erum við með þessa menningum það sé allt svo frábært í sveitinu og ég tek undir með, ég alin upp í sveit meira minna öll sumur og bara þingiskur villingur úr Breiðholtinu og var bara mjög kraftmikill krakki í sveit en það var allt innan fjölskyldunar en ég fann alveg í sveitunum að því að í þessum þætti í Kveik að þá vera að tala það að fólki á næstu bæjum hafi vitað þetta. Því það eitt, það samfélagi, hver meðvirknin í því og svo það eftirliti hvernig það var komið og fyrirskipað og allir bara prúðbúnir í sturtu og sund og svona. Og þannig að það hann einhver menning sem að við erum að þurfum að kljást við sem þjóð. Og mér finnst til dæmis að kom rosalega skýrt fram hjá þessum strákum. Þöggunarmenning. Já, og líka þetta þessi félagslega skipting á því varstu barn sem komst á vegum barnaverndar eða varstu barn sem kom á vegum fjölskyldunar og ég man alveg eftir þessu þegar ég í sveit út allt land því ég var bæði á Suðurlandi og Norðurlandi og Vesturlandi ég man alveg eftir umræðinu börnin sem voru í gegnum félagslega kerfið og ég þekkti þau öll af því ég alin upp í Breiðholtinu og þetta voru bara krakkarnir sem voru með mér í skóla og og ég áttaði mig ekkert á því þá að við varum kannski mögulega að fá einhverja mismunandi svona umgjörð, ég bara fattaði enga veginn en svo sýni það bara þarna og mér finnst þetta alveg rosalega átakanlegu þáttur og hvað nálagt okkur þannig að við getum ekki lengur bara skellt skollaeyrum og sagt já þetta var eitthvað svona 1950-30 þetta núið. Svo eru stjættavinklar í þessu. Já. Það alveg klárt Lárus. Það sem stingur mig mest að ég hef alltaf í gegnum mína ævi talið Íslendinga svo framúrskarandi góð hjartað fólk og svo verður maður vitnaði hvað eftir annað í gegnum fortíðina og svo síðast þetta dæmi að það eru bara nýðingar sem komast í þetta umhverfi og fá að starfa í þessu eftirlitslaust og það enginn sem grípur inn í og svo þegar á að fara fylgja eftir einhverjum gömlum dæmum nýðingshátt, þá það gert ofta svo miklu máttlausi að fórnarlömbin, þau fá enga bút. Og það sem við þurfum að gera núna, við þurfum að taka þetta mál föstum tökum,
klára og finna alla þá sem fóru í gegnum þetta bakkakotstæmi og síðan verður bara að greiða þessu fólki miskabætur og ekki ykkur að tíkalla, heldur bara verulegar uppæðir. Við eigum nóga peningu til, það er alltaf sagt. En aldrei fyrir þá sem eigum undir högg að sækja á Íslandi. Já, þetta hefur líka sko áhrif fyrir lífstíð. Menn verða dópistar og drykkjumenn og brotnar sálir og þrífast ekki í samböndum. Það er allt ónýtt. Já. Við sátum hérna 3, ég og Gunnar Smári og Sigurjón Magnús í gær og tókum svo kallar ritstjórnarspjall sem að við hefjum rauðaborðið á. Og við dróum allir sögur af ofbeldi upp úr okkar barnæsku. Og Gunnar Smári til dæmis sagði sögu af því þegar hann er nýorðinn Piccolo á Hótel Sögu, þar sem Karl Vignir, barnapervert, þekktur til áratuga. Hann fær aðvörun það að hann skuli helst ekki fara einn í lyftu með þessum manni. Það var ekki gengið lengra. Hugsið ykkur. Þetta er þessi samfélagslega meðvirkni sem að við erum mjög fljóti að hlaupa í og þetta er mjög þekkt félagslegt fyrirbæri í litlum samfélögum. Bara við þekkjum allskyns dæmi utan að landi úr litlum þorpum þar sem að eitthvað gerist og það verður rosa mikið meðvirkni með gerandanum. Húsíkingar settu einu svona stað undirskriftalista í rauninni til þess að styðja nauðgara af því að það var einn af bestu drengjum þorpsins og splundraði samfélaginu. Já, þeir bara trúðu því ekki að hann að það væri rétt að hann hefði nauðgað. Svo vorum við með á þessum árum, við vorum búin að stofna hann að gera þetta. Sko við erum fyrst með, og það er það sem við erum í pólitíkinni búin að vera með í fanginu núna, það er svo stóru skýrslur af þessum stofnunum sem voru fyrir börn. Ok, síðan var þetta greinilega líka svona að örlítið breytt og þó ég kunni þessa sögu nú ekkert sérstaklega vel, þá einhvern tímann á svona 60, 70, 80 byrjar að færast frá þessum stofnunum yfir á sveitabæi. Og þá erum við með svona ofbeldi, en svo er þessu öllu hætt. Og þá erum við með staðreyndina í dag og hver er hún? Við erum ekki með neinn úrræði. Allir þessi meðfaraheimili sem við þekkjum hérna frá því 1990 og 2000 sem voru út all land, þeim var lokað og í dag erum við í rauninni ekki með neinn svona úrræði nema bara í efsta stigi. Við erum ekki með þessi svona millistigs úrræði og við erum bara í vandræðum. Sko. Ég var fyrir öðru sjokki þegar kom fram í þættunum að það væri held ég 1800-1900-2000 börn í úrræði á Íslandi í dag. Og þá hugsaði með mig, vá, í hverju liggur þetta? Svona lítil þjóð, fámenn, sé með 1800-1900 börn bara einhverju úrræði út í bæja því að það er ekki foreldrar eða einhver vandamál sem get ekki leyft þeim að vera heima. Ég myndi draga þessa tölu mjög í efa, af því að ég held að skalinn sé mjög mismunandi þarna. Svo rættu við, ég og bræðurnir í gær líka vanda blaðamennskunar. Hvaða var illa séð af við blaðamenn af því við erum búin að vera svo marga áratugi í bransanum við getum bara flett upp fjölmiðlasögunni langt aftur á síðustu öld að það var ekki vel séð að fjölmiðlar væru að fjalla þetta og það var mjög sterkt ákall frá stjórnvöldum og yfirvöldum að barnaverndarnefndir þær væru bara heilagar og það mátti bara helst aldrei fjalla þeirra ákvarðanir og ef þær voru umdeildar og ef það var fjallað þær þá fengu allir blaðamenn alveg svakalegar skammir. Þannig að já, við erum ekki komin nógu langt og þetta er dökkur blettur. Það var eitt sálfræðingur sem sagði við mig, ég held að sé miskilningur í Íslendingar hafi gegnum tíðina verið góðir við börn og ég er ekkert viss að hafi breyst ennþá sagðan. Þannig að þetta er svona... Þetta var einmitt það sem ég var að segja þá sko. Ég alltaf haldi að við værum svo góðir sko. Svo kemur annað á daginn kannski, einhverju leyti. Þú séum bara ekkert öðruvísi en aðra þjóðir. Ég held alltaf að við verum betri maður að Íslendingar eru bestur í öllu maður finnur, ég er ekki sammála tek undir með þér ég reyndar ekki með grátstafin í kverkunum en maður finnur alveg hvernig þetta setur á stað blóðrásina og bara þetta er óuppgerð saga að einhverju leyti og við þurfum að gera miklu betur. Vonandi fór þessi fundur með forsætisráðherra vel í dag. Já, sem stendur yfir þegar eru að taka þennan þátt. Já. Heyrðu, úr þessu ömurlega máli, bara kannski aðeins yfir til þín Lóa, þú ert að hætta sem borgarfulltrúi
Og þú ert búin að vera þarna, hvað, kjörtímabil? Já, 8 ár núna að verða. Og hversu þetta hætta? Sko, ég kem úr atvinnulífinu inn í pólitíkina. Eigandi Pizza Hut, var það ekki? Jú, það var reynda fyrir mörgum árum síðan. Og síðan var ég í ferðaþjónustu og var að stýra ferðaþjónustu fyrirtæki og svona ýmsu. Sko, ég ætlaði aldrei að vera mjög lengi í pólitík. Ég ætlaði mér aldrei að vera neitt atvinnupólitíkus. Mér fannst samt mikilvægt að koma inn með krafti því ég hafði mikla skoðanir á borginni og hef svo sem enn. Mér finnst líka, sko, ég er búin að vera í meirhluta í 7 ár. Mér líður svolítið eins og ég sé búin að vera, sko, ráðherra í 7 ár og mér finnst bara eðlilegt að nú taki bara einhverju nýju við. Svo er svona persónulegra sagan eða kannski líka svolítið svo að ég ákvað og þetta var nú bara gömul kona sem gaf mig góð ráð þegar ég var að byrja að vinna eftir háskólanám að hún sagði við mig Lóa að þú verður að muna það og þú átt alltaf að vera að læra eitthvað nýtt, aldrei staðna og svo voru ýmis önnur góð ráð sem hún sagði mér og hún útskýrði það fyrir mér að það væri hennar kynslóð hefði alltaf verið rosa lengi á sama vinnustæðnum og það hefði verið dyggð og hún sagði að það væri bara algjört kjaftaði og ég var alveg sammálinni þannig að ég hef haft þá lífsmottó að skipta bransa á svona cirka 10 ára fresti. Þannig að nú er bara komið nýtt. Ég er búin að vera opinber starfsmaður, ég var það lengi, ég var kennar upp í háskóla í nokkur ár, búin að vera í atvinnulífinu, nú er ég búin að vera í pólitík, þannig að nú er ég fara að gera eitthvað alveg nýtt. Bara frjáls. Ertu búin að ákveða? Já, ég er dottinn í ég segi við mömmu, sko, því að mamma þarf alltaf að spyrja mig, hvað þarf að verða, Lóa mín? Sem er Hjördís Geirs, söngkonan góða. Gamla góða popstjarnan, sko, mamma popstjarna. Svo ég segi við hana, sko, hún þurfi ekki að hafa neina áhyggjur. Ég verði lögfræðingur og rithöfundur. Já, það hljóma vel. Það ekki? Jú. Það er ekki líklegt. En hvað átt eftir marga fundi hjá borgarstjórn? Halvi hellingi. Ég menn það er þarna alveg fram í júní, sko. Hvernig var fundurinn í dag? Hann var góður, það borgarráðsfundur í dag. Við eyddum miklum tíma í að tala félagsbústaði og það var verið að koma og setja úr trúnaði skýrslu sem ég hef gagnrýnt mjög. Það var lögð fyrir borgarstjórn tillaga af meirihlutanum núna í janúar að fara að skoða það að stofna byggingafélag Reykjavíkur sem ég er algjörlega ósammála. Hvers vegna? Af því að ég sé ekki að það sé verkefni borgarinnar að fara að stofna uppbyggingafélag. En hins vegar er ég algjörlega sammála mikilvægi félagslegs húsnæðis að borgin seti fjárhags og peninga í það. Það er líka bara lögbundin skylda. Það er ekki spurning heldur bara við verðum að gera það. Mér finnst það algjörlega eðlilegt. En að borgin fari inn á almenna byggingamarkað mér finnst það jafn gáfulegt eins og við værum með bara Reykjavíkur útgerðin upp og nýtt, pípulagninga. Það er útgerðina. Já, mér finnst það bara rosalt afturhvarf og mikið óbúslega áhætta og við verðum að muna það að borgar yfirvöld eða sveitafélög og ríki eru ekki best í svona. Þau að halda sig við sína kjarnahæfni sem oft er grunnþjónusta en ekki. Þannig að við tókstum á þetta og það var, borgarlögmaður var með umsögn sem flaggaði þessu náttúrulega og áhættustjóri borgarina líka sem flaggaði. Þannig að það var mikið stuð. En þú nefndi trúnað með einhverja skýrslu. Já, það var lögð fyrir skýrsla fyrir nokkrum vikum síðan sem var bundin trúnaði stunda því hún var í umsagnaferli. Við mótmæltum því harðlega en svo var hún lögð fram í dag. Þannig að það er búið að aflétta trúnaði. Já, það er bara verið að gera það as we speak, sko, ef ég má sletta. Ok. En prófkjör Viðreisnar. Já. Kom það þér á óvart að Björg skildi hafa betur? Nei, það gerði það nú ekki. Mér fannst sko það sem kom mér á óvart var þessi mikli áhugi. Ég var ótrúlega glöð með það. Nú sko upplýsti ég frekar snemma það ég myndi hætta og ég gerði það fyrir landsþing Viðreisnar sem var í haust og ég gerði það til þess að það gæti nú svona er einhver gróska í flokknum sko og það kom mér skemmtilega ótt. Hvað voru mörg? Þau voru 4. Þau voru sko 3 sem voru hvað maður segja kynntu sig fyrst og fengu svona mestu kynninguna svo bættist Signý við á síðustu stundu en þau voru sigurstrangleg svo þegar maður svona síðustu 2 vikurnar fór að sjá hvernig kosningabaráttan var mér var sko ráðlegt af gömlum ref að halda mig fjarri sem þú gerðir? Sem ég gerði, já það mér að Lóa, farðu bara á tenni á skíði ég endaði náttúrulega bara norður í Þingeyjarsveit og það er ekkert á hann Hvað með formannflokksins, Þorgerði Katrínu hélt hún sér líka fjarri? Það gerir ég ráð fyrir, hún hefur alltaf gert það Nú gerði Kristrún það ekki, hún kyssti Pétur á ennið Hvað finnst þér það? Sko, Samanburðin á þessu tönn? Já sko, Þorgerður hefur sem formaður alltaf verið þannig að hún lætur lokalfélögin sitt Ég hef aldrei orðið var við það að Þorgerður sé að skipta sér að
neinu þegar kemur að svona hvernig þessi félög eiga að vera. Hún er bara ekki þannig formaður. En hvað finnst þér hitt? Ég bara sá ekki þennan fræga koss. Mér finnst reyndar, ég er sammála Þorgeiri, mér finnst ekki að formenni að vera að pikka svona mikið í þetta og því ég var að hugsa þetta daginn að því við vorum að ræða þetta og ég bara trúði ekki, ég var alltaf inn að fann að hrjósa Bjarna Ben að því að ég man ekki til þess að Bjarni Ben hafi verið mikið að skipta sér af sko lokal frambjóðundum. En ef þetta fara fullt inn í atvinnulífið aftur, þá getur nú verið skynsalegt að hrósa Bjarna Ben. Það ekki færi sinni, sko. Ég var ég klók. Já, sé gegnum þetta reyndar, sko. Nei, þetta er mér finnst þetta góðu kostur hjá formunum að vera í rauninni leyfa, að því að við erum búin að byggja Viðreisnir mjög sko strúktúreraðar flokkur, þó að það sé tiltölulega nýr. Og formaðurinn leyfir svæðisfélagunum og treystir þeim. Það er hvert og eitt svæðisfélag sem ákveður hvort það fari í prófkjör eða uppstilling og formaðurinn hefur ekki verið að grautast í því, sko. Hvorki fyrir þingin, ég fyrir sveitarstjórnir. En áður en ég sleppi orðinu og þessum fókus að þér, þú ert að koma úr þessari tíð, þar sem að sko vinsældir borgarstjórnar verða einhvern veginn minn og minni og það skiptir ekki öllu máli hvort við erum að hlusta á viðhorf fólk sem styður meiri hluta eða minni hluta. Það er bara rosalega óánægja búin að vera með borgarmálin núna undanfarið. Hver er örstutt þín skýring á því, bara örstutt? Sko, ég held að stóra málið sé að Reykjavíkurborg er í gríðarlegum vexti og í gríðarlegum breytingum. Og ég er Reykvíkingur alveg nýri hjartans rætur. Það er opbóðslega mikið breyting á borginni. Hér er fjölbreytileikinn allur annar, bara á síðustu 15 árum. Fjölbreytinga. Já, nei, bara róa sig. Ég er alveg róur. Róa sig, nei, sko, þú garbaðingur, haltu við bara, ég er að tala Reykjavík. Ég fættur uppalinn í Reykjavík, ég var rétt á að tjá mig. Það hefur, já, býtu bara, það kemur á þér. 15 ár, 10-15 ár hefur orðið alveg gríðarleg breyting. Bæði hvað var að mannfjölda. Það hefur áhrif á húsnæðismálin, það hefur áhrif á samgöngurnar, svo komum við með loftslagsmálin og nýjeta sem að krefjast þess að við breytum hegðun okkar og þetta eru bara samfélagslega þung og erfi mál sem að öll samfélag þurfa að takast á við og það eru skruðningar í kringu svona og það er ekkit óeðlilegt, sko. Ok, þá ætla Lára svo að tæta því í sig. Nei, ég er kurteisari en það, en ég bara hata hreinlega þetta orða Reykjavík sem fjölmenningaborg. Þú veist, hvað gerur það? Akkur hattar það? Því að, þú veist, við erum bara borg, þetta er höfuborg Íslendinga og ég tel að við bara hefum að fylgja því, við hefum ekki verið að flagga fánum annara landa í Reykjavík og fánum einhverja sem fylgja einhverjum samtökum. Ég er alveg sammála því. Við höfum að vera með íslenska fánan á lofti og nú er ég ekkit últra hægri maður, þetta er ekki þannig tal. Ég bara kann ekki við það. Þetta sé kalla fjölmenningaborg vegna þess að hér séu einhverju óteljandi nánast útlendingar í Reykjavík, búsettið þar, sko. Staðreyndin er hins vegar tölund að tala sínu máli, sko. Já, hvað er margir? Það er 60.000 held ég erlendi borgarar í Reykjavík. Já, er það ekki fjölmenningaborg? Já. Það með hefði ég haldið. Þú kalla það, en þetta er ekki eðlilegt. Hvað eru búin að flytja inn mikið af fólki til búsettu í Reykjavík? Það var ekkert atvinnulíf hér eða þessi 60.000. Atvinnulífi kallar eftir fólki í vinnu. 10.000 manns á atvinnuleysi skrá og það er 6.000 útlendingar. Það þurfi ekki einu sinni að vera á landinu. Þeir eru bara staddir á Spáni, Póllandi, bara hvað sem er í Evrópu. Ég held nú ekki að það kerfið virki svoleiðis. Já, kerfið er þannig. Víst, ég veit það. Megum við fá svar frá borgarfulltrúanum? Já, sko, hann er hérna komin inn í landsmálin en sko borgin, það eru nokkur tugir þúsunda af erlendum borgarbúum og það bara alveg sama hvaða skoðun þú hefur á því, það breytir ekki verkefninu sem borgin er með. Borgin þarf að mæta þessu og svo náttúrulega koma inn álagspunktar og við skulum ekkert gleyma því að við fengum hérna í framgið bara nokkur þúsund Úkrænubúa sem komu bara hérna með beinu leyfi stjórnvalda og hvað gerðum við sveitafélögin, sérstaklega Reykjanesbær, Hafnarfjörður og Reykjavík. Við tókum bara mótið þessu fólki. Þetta setur náttúrulega gríðarlega pressu á grunnþjónustuna, leikskólana, skólana og það fjölgar að ég veit að ykkur langar að tala um bíla. 40 bílar á dag, bara þessi þróun. Þannig að ég segi borg í vexti
og fjölmenningaborg að þessu leiti, alveg sama hvaða skoðum við höfum á því. Þetta bara staðan, þetta bara verkefni og ég get alveg sagt þér fyrir hönd langflestra Reykvíkinga, þá viljum við ekki breyta því að borgin miklu fjölbreyttari og skemmtilegri heldur hún var hérna 1980. Hver segir það? Við Reykvíkingar, gerum það. Ég fættur upp enn í Reykjavík og ég þóra fullir að það ekki mikið gleði en þú kýst ekki Reykjavík. Nei, skiptir það máli. En má ég skjóta einnig spurningu inn í af því að Lárus að því að of margir innflytjendur hér séu atvinnuleysisbótum. Hefur það verið þín saga sem borgarfulltrúa og áður varst að vinna í félagsþjónustunni? Já. Að það sé eitthvað sem bendir til þess að það séu skökk hlutföll í þeirra sem að þurfa stuðning hlutfarslega, sem sagt, á milli innlendra og þeirra sem koma hingað. Sko, það hefur ekki verið þannig, en það hins vegar sem að ég held að við þurfum alveg að horfast í augu við að það ákveðið hátt hlutfall erlendra borgarbúa eða íbúa Íslands, þetta ekki bara hérna í borginni, sko, sem eru á atvinnuleysisbótum, en það hefur kannski meira að gera með hvað okkur gengur illa í inngildingamálum og að koma fólki inn í samfélagið. Og hangir að einhverju leyti saman við þessa vertíðarstemningu, það ekki líka? En hérna yfir höfuð, og þetta eru bara gögn og, sem sýn okkur það, lang flestir, og ég alveg að tala vel yfir 90% öllum þeim sem koma hingað vilja vinna og vinna. Nei, Jú, vindanlega. Þetta bara þannig. Það bara í Smáralind, Costco, IKEA og Kringluna, farið þangar á virkum dögum, 1 eða 2 litið og hverjir eru staddir það. Það meira minna allt útlitið. Ef þú ert orðin ákveðin í að sjá heiminn með ákveðnum augum, þá sérð þú bara útlendingar. Þú sérð ekki Íslendingar. Málið það, ég hef búið í útlöndum 7 ár, bæði í Þýskaland og Belgíu og þar þetta bara þannig að það orðið bara hagkerfið að hrynja undan þeim sem vil ekki vinna. Það var gerð... Þú getur alveg ekki borið það saman við íslenskar aðstæður. Má ég klára? Akkur í? Vegna þess að við höfum verið að fá 70.000 mannsinga til Íslands til þess að bjarga okkur. Hversu hendur í hverjir að byggja öll þessi hús hérna og hverjir eru í fiskvinnslunni. Búa til verðmætin, búa til hagvöxtin, yngja upp þjóðina. Fólk sem kemur hingað án þess að hafa, Lárus, fólk sem kemur hingað án þess að við höfum þurft að kosta menntun þeirra sem svakaleg útgjöld og svo kemur þau bara og vinnur út í eitt. Þetta hinn dæmigerði innflytjandi á Íslandi. Nú ætti ég að segja nú ert þú bara svona kallakall. Þú bara veist allt best. Og þetta ekta miðflokksmaður eins og ég sé hann fyrir mér. Skilgreiningin á miðflokksmann. Það hafa komið hingað á síðustu 6-8 árum það byrja 60-70 erlendir útlendingar, innflytjendur. Og þeir hafa ekki allir farið inn á vinnumarka og svo í sumu tilfellum ef þú ert samkvæmt einhverju UN-reglu og kemur til Íslands og vinnur hindi í 2 mánuði þá öðlast þau fullan atvinnubótarétt og þetta sem sagt Schengen-svæðið og Evrópa. Þetta er bara mannréttindi en ok. Við getum rætt strauma, heildarlínur og frávik og mér finnst stundum eins og að þeir sem hafa alltaf hornum sér varðandi þetta, þeir séu sem ég meina Já, þetta borð séu of að ræða frávikin og það allt í lagi, við þurfum líka að ræða þau og þetta má ekki vera svo skinnhelt að enginn megi nokksinni halla máli og eitt og alls konar mál, þannig að það bara fínt en við þurfum líka að vera sanngjörn. Já, ok, nú ætlum ég bara vitni í Bjarna Ben þegar það var að vera að tala hann hérna á þegar var fjármálaráðherra í febrúar-mars 2023 þá segir hann í viðtali, hann sagði þetta fólk sem að koma meira og minni láglaunastörf og það engin framlegð af þessum störfum. Já, og þau leggjast þungt á kerfi. Hún ýmislegt sem Bjarni sagði sem ekki þetta voru hans orð og hann var nú fjármálaráðherra. Það var auglýsingar í Póllandi og víðar eftir starfsfólki til dæmis til þess að vinna á Keflavíkurflugvelli. Hvaða fólk heldur að sjá þig þegar þú flýgur til Tene? Eða þú þarft að fara með hjúkrunarheimili. Það er að svara henni og svara þér á eftir. Ég hef aldrei haldið þér fram að það væri ekki gott að fá erlenda innflytjendur til landsins til að starfa hérna.
Þeir eru bara orðnir allt og margir. Ok, hver væri óskatalan? Það kemur alltaf þetta, hver væri Já, óskatalan? ég menn, þú segir í aðra röndina, alveg aldrei á móti, svo ertu hina röndina mjög mikið á móti, þannig ég spyr. Nei, ég er á móti þessum fjölda, ekki slíta þetta úr sami. Ég er á móti þessum mikla fjölda að svona örþjóð. Hver er hérna tíma? Hvert förum við? Að svona örþjóð skuli taka móti, sko, fólki 60-70 á 6 árum, það bara gengur ekki upp. Við tókum ekki bara mótið, við báðum þau að koma. Við auglýstum eftir starfkrafti. En þetta er bara svo áhugavert því að við erum alltaf að tala hvar er þessi jafna. Af því að sko, við erum annars vegar með gríðarlega eftirspurn eftir þessu vinnuafli. Það er 10.000 atvinnuleysir. Já, býta aðeins. Bara rólegur. Við byggjum þetta fólk að koma, en svo allt í hennu er það allt á fjölmennt og þá spyr ég bara, og ég er ekkert endilega að spyrja þig, Lárus, við erum ef við erum svona með svona skipta skoðanir á þessu, hver er svona jafnan, erum við að tala 30-40.000, er það eðlilegt, af því að ég heyri aldrei þetta, það er bara alltaf of mikið en samt eiga allir að koma og ég get ekki betur séð af því sem að ég sé hjá borginni og bara að ferðaþjónustu út all land, svo ég tala nú ekki bara eins og þú bentir á Ísafía og við erum að tala spítalana og við erum að tala hérna þetta eru kannski láglauna jobb, en þetta eru jobb sem að við förum ekki sjálf í og ég get ekki betur séð en þetta fólk komi bara í stórum hluta til þess að vinna, það er að hækka útsvari hjá sveitafélaginu, auðvitað er það að setja ákveðna pressu, bara eins og fólki sem flytur út all land. Það er alls konar vandamál og hnökrar sem fylgja svona hröðum og verkefni bara. En eftir sem áður, þá ef þú spyrir Íslendinga, hvort að þessu samþykir því að komi svona margir útlendingar til Íslands, innflytjendur, þá er meira en 60% sem segir nei. Herðu. En nú þarf ég að hérna af því að ég er ekki með vél sem mælir taltíma en ég er með minni og heila sem mælir taltíma. Ég veit að þú hefur fengið að tjá þig langminnst og nú ætla ég Kristín Vala að varpa til þín hérna öðrum bolta, nýjum bolta. Hann varðar umhverfismál sem að mörgum finnst eins og að liggi kylliflöt og sér lítil umræðum og menn nefna lagareldisfrumvarpið því til sönnunar og svo er líka hérna, þú hefur aðeins verið að skoða hvernig hvernig er það? Þú keyptir viðskiptablaðið í fyrsta skipti á ævinni í dag af því að þið langaði að lesa viðtal við Jóhann Pál, umhverfis- og orkuráðherra og loftslagsráðherra. Já, mér var bumbult þegar ég las það viðtal. Hvers vegna var þetta bumbult? Vegna þess að hann hefur skipunarbréf upp á það að vera orku, umhverfis og loftslagsráðherra og einu skipti sem að stekkur fram í sviðsjálftið er til að tala orkumál og við þurfum meiri orku. Aldrei sagt í hvað að nota þessu orku en hann nema núna segir hann vilji byggja upp meiri orkufrekan iðnað. Þannig að þetta er svona 1950 strategía sem að hún finnst núna ofsalega flott. Já, er hann talað gagnaver, fleiri gagnaver? Já, og svo er hann að láta athuga líka hvort við mikið fara að rannsaka drekasvæðið aftur og bora eftir olíu og gasi. Já, hann er alveg komið þangað núna. Hann er komið þangað. Já. Fari ekki vinstri menn alveg á hliðina við þetta? Jú, algjörlega. En það er ég hérna á hliðinni. Hvað þetta er ansi snörp. Þetta er sko hröð þróun sem er að verða núna á bara nokkrum mánuðum. Já, þeir settu þess að það sem stefnu að setja kraft í orkuframleiðslu. Það er bara í stjórnarsáttmálunum. En ég satt í orkustefnunefnd hérna árið 2018-20 og það mátti aldrei tala og ég var þar fulltrúi Pírata. Ég var alltaf að reyna að fá upp á borðaði við rættum í hvað að nota þessu orku í framtíðinni. Af því að núna er yfir 80% sem fer í stóriðju. Hvað ætlum við svo að gera við alla þessu orku sem að fólk vil framleiða meira af? Það vildi engin ræðum það. Ekki einu sinni fulltrúi Vinstri grænna í þessari nefnd. Nei, og ég er með svakalegt viðtal. Og við erum ennþá ekki með neina orkustefnu. Og ég er með svakalegt viðtal hér í kvöld við Rauðaborðið við Jóhannes Sturlaugsson, líffræðing, fiskifræðing, sem er öllum öðrum lesnari laxa og laxeldi. Já, sem hann alveg tætir í sig lagareldis frumvarpið, sko. Já.
ég veit, Lárus, að þið eruð ekkert allt og uppteknir, umhverfisvernd ekki efst á lista Miðflokksins en við þurfum að huga að því að hér sé umhverfi fyrir mannfólk til framtíðar og það margt sem að vera svolítið skuggulegt. Nú ætla ég að tala fyrir mig persónulega. Ég fór fyrir 2 árum til Belgíu og Þýskalands og heimsækja gamlar slóðir. Það hefði þá ekki komið 8 ár. Og ég varð fyrir áfalli. Út allt vindmyllur. Gast ekki hort í neina átt, allstaðar vindmyllu spaðir á fullu. Persónlega, og ég ekki að tala með þessi stefna Miðflokksins, ég á móti vindmyllum. Hvernig ætlum við að reka ferðastefnu og fjölga túristum? Ef að við erum svo með eitthvað umhverfis, þess að ég kalli þetta ógeð, vindmyllur, þetta virkar ekki saman. Við erum einhvers staðar að ákveða hvort við ætlum að vera með umhverfinni og túrismannum eða vera bara einhverjum iðnaði. Og við erum allstaðar líka að reisa hótel og baðlón. Allt kostar þetta orku. Fólksfjölgunin hér hefur eins og kom fram á þann verið gríðarlega á undanförnum árum. Það er fólk sem flytur hingað. Það er vatn og rafmagn og þjónustu. Þannig að ég bara... En við erum bara svo, þessi svokallaði almenningur tekur bara eins og Kristín var að fara yfir svo lítið brot af orkunni að... Já, en enga síður þá eru menn að plana vindmyllugarð út allt vegna þess að komi til með að vanta orku. Þeir hljóta að byggja það á einhverju, það hljóta að vera einhverju orkureikningar fram í tíman, útreikningar. Það er eitthvað erlent einkafyrirtæki sem að lofar íbúum einhvers staðar sundlaug eða semst einhverjum peningum. Eða íþróttahúsi. Ég fæði þetta ekki, þá er ég á móti. Já, heyrðu, en þú baðst orðið. Já, mér langaði kannski aðeins að koma inn í þetta því að ég hef verið stjórnarformaður Faxaflóahafna mjög lengi og þar erum við búin að vera í gríðarlegum orkuskiptum og verið svolítið með þetta í fanginu því að mér er bara svolítið áhugavert þú segir í hvað orkan að fara því að það væri náttúrulega bara mjög gaman að fá að sjá það. Ég hef svo sem ekkert verið að fylgjast með því nákvæmlega en ég hef verið að fylgjast með bæði skuldbindingum okkar við Parísarsamkomulagið eða samningin og núna alltaf fengum við í fangi 2023 ný lög sem snúa ETS-einingum sem svona hálfgert kvótakerfi og það var, ef þið munið þetta, flugið var undanskilt en ekki sjóferðir. Þannig að við erum núna með dramatíska breytingar, orkuskipta bara flotan okkar og þá er svo áhugavert að sjá í hvað fer orkan því að það kom okkur svolítið óvart þegar við fórum að stúdera þetta að til dæmis bara skemmtiferðaskip. Nú erum við með konum með nýja stefnu varðandi skemmtiferðaskip við höfnina og það er bara kvóti á því hvað þau mega vera mörg og svo framvegis. Gríðarlega góð vinna sem er búið að vinna. En þegar við ætlum að plugga inn stóru skemmtiferðaskipunum sem að við erum bara núna á fullu undirbúa, þá tekur eitt skemmtiferðaskip orku á við lítið þorp, eða lítið. Stórt þorp. Já. Þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið mál og fyrirtækina því að við erum ég kem nú á atvinnulífinu og þú líka að fyrirtækin við þurfum náttúrulega að breyta neyslu fyrirtækjana af því að þessar ETS-einingar verða náttúrulega ekkert alltaf til sölu í því magni sem þær eru núna í rauninni mun kvótinn minnka og það gerir kröfu á atvinnulífið að atvinnulífið bregðist við annarkvort með einhvers konar nýsköpun eða tækniþróun þannig að það er ótrúlega mikil orka núna sem er að fara hjá bara stórum iðnfyrirtækjum upp á það að mæta þessu því að ETS-einingarna verða svo svakalega dýrar. Má ekki lesa það út úr þessari upptalningu þinni að það sé ekki góð hugmynd að svo orka sem við erum að fara að framleiða aukalega, hún fari í þetta sem að Kristín var að tala. Ég myndi allavega að setja stór spurningamerki við það og ég tek undir að fáum fyrst einhvers konar mælaborð í hvað orkan er að fara og hvað hún á að fara í. Við veitum sirka hvað hún er að fara í núna, en hvað þessi nýja orka á að fara í og hver þörfin hjá fyrirtækjunum í framtíðinni. Já. Því bara þessi orkuskipti, þau eru ákveðin, svo fæ ég nú oft bara svona því að stóriðan er svo mikil að það sé einhvern veginn nót til þar bara upp á þessa dýnamík á milli einkamarkaðar og stóriðumarkaðarins. En ég það væri áhugavert og ég er ekki með þessar tölur hér og nú en það væri áhugavert að sjá hver er þörf atvinnulífsins og samfélagana inn í framtíðina því að það er alveg
ótrúlega mörg verkefni, svo ég tala nú ekki sko, fráveitukerfið. Ég meina, við eigum eftir að fara í þriggjalega fráveitukerfi. Við erum bara á einhverju byrjunarstigi. Það er alveg gríðarlegu viðbrögð. Það er engin hreinsun núna nema, svo eina hreinsun sem verður er að sigta út smokkana. Við erum komið mjög stutt á veg. Við erum komið mjög stutt á veg þar. Erum svona skítugi litli krakkinn í miðju eftirsambi. Ég hef nú mestar ágjör á loftslagsskottunum sem að hellast yfir fyrirtækin sem að flytja vörur frá landir og fljúga með vörur og allt þetta. Já, þetta er allt saman partur af Parísarsamkomulaginu, sko. En þú veist, hvernig plánetu vilt þú að barnið þitt og barnabarn búi á? Já, að því að við erum að missa loftslagsmálin út úr höndunum á okkur á alþjóðavísu. Og við þurfum bara að taka þátt í því að draga úr losun. Við mengum sennilega minnst allra. Nei, þetta er kjaftaði nefnilega. Nei. Þetta er algjört, við mengum ekki minnst. Ef við reiknum inn framleiðslun og allir því drasli sem við kaupum árlega á Íslandi, þá erum við með stærsta kolefnisspor í heimi. Við verðum alltaf að lifa, þú veist. Já, en það þarf ekki allir að lifa svona flottu lífi. Já, ég held að það sé nú bara... Þetta flytur hérna inn í íbúð sem er kannski 10 ára gamalt eldhús í, rífur allt út, baðherbyggið og allir græðir. Þetta þarf gífulega mikið af efni og orku til þess að skipta þess öll út. Við erum enga virðingu fyrir efnunum sem við erum að nota. Það sem verra Kristín Vala í umhverfislegu tilliti er að þetta þykir rosalega flott og þú verður sko, ef þú gerir þetta þá ertu mest lesna fréttin á Smartlandi mokkans og tók íbúðin í nefið, hendi öll út. Þetta þykir hetjudáð. Já, ekki hjá mér. Nei, ég veit það. En það er staðreynd að við erum algjörir umhverfissóðar. Algjörir. Við höfum flotið áfram á því að við höfum verið með góða orku til að hita húsin okkar, en við erum umhverfissóðar og okkar fótspor er gríðarlega mikið og við þurfum að girða okkur í brók sem samfélag. Algjörlega. Og við erum búin að klúra ansi miklu miðað við hvað við erum heppin með auðlindir. Já. Það verður bara að segja þess að Píratana og Viðreisn, þau geta alltaf unnið saman, sko. Miðflokkur getur unnið með öllum. Það er ekki allir sem geta unnið með miðflokknum. Það er ekki allir að vilja með svona kallaköllum. Veist það, okkar. Hún er að segja þetta. Lárus Ég er búin að vera í myndi- akademíunni allt mitt líf. Það sem er meiri hlutin eru kallar. Ég sé út þjáðan. Ég er bara búin að fá alveg hingað. Ég ætla nú að benda á það. Í öllum helstu ráðastöðum á Íslandi eru kettlingar. Já, það er komið tími til. Já, þá er það í lagi. Þá er ekki talað kynjajöfnun og það voru allt kallar hér áður Við skulum taka fyrr, lengra í skeið margar til aldir. samanburðar. Þetta gæti verið einhvers konar ansvar við kerfum sem nú er í gangi. útrýming kallana. Talaðu við mig eftir 10 ár, sko. Og þá er ég eiginlega alveg vissum að... Hérna er ég einn á milli tveggja vinstri Ertu einn? Ó, bú. Auðvitað strákurinn. Tekur pláss. Þetta er svo skemmtilegu þáttur að það væri nú bara skemmtilegast að honum líki sem síðast. En við erum samt fann að nálgast hinn endan. Það er eitt mál sem hefur verið mjög mikið í fréttum. En samt einhvern veginn svona kryptískt. Maður nær aldrei alveg hvað er að gerast þarna undir. Það er mál Háskólans á Bifröst. Já. Og það var svona vending í gærkvöld fannst mér. Þá fóru margir kennarar Háskóla Íslands að láta í sér heyra og bara þetta gengur ekki, skólinn er með allt niður sig í stjórnun og það fór að verða svona kröftur ákall en verið hefur að tíminn bara líður, skólinn er að missa virði sitt og gildi og eldar loga og það þarf að aðhafast. Ég ætla að heyra í ykkur þetta, sko, ég ætla að byrja á þér, Kristín Vala, af því að þú náttúrulega ert prófessor emerita, þú þekkir þetta háskólaumhverfi gríðarlega vel. Þú er alið mannin við háskóla. Núna náttúrulega þekki ég ekki nákvæmlega hvaða hluti af þessum greinum sem að þetta fólk á að hafa skrifað og þeim er sagt núna að þeir gæti ekki hafa komið að þessu verkefni. Vegna þessu undanfarin 25 ár, þá hef ég unnið í þverfaglegum teymum. Ég lærði jarðefnafræði
og sérfræðingur í jarðhitakerfum. En svo fór ég að vinna í sjálfbærni og það var bara ekki til sem akademist fag þegar ég byrjaði. Já. En það er þar núna. Þannig að allt sem að væri greint frá mér gæti fólk sagt, já, allir minn ritferill síðan árið 2000 eða þar bil. Já, hún getur ekki hafa tekið þátt í þessu verkefni. Hún getur ekki hafa skrifað þessa grein. Hún veit ekkert þetta. Þannig að ég held að þetta komið til með að koma svona. Eyðurnar hjá gervigreindinni. Ég hitti einn kollega minn sem er líka í svona þverfarlegu starfi. Hún sagði bara, allt sem að ég hef verið að skrifa, ég geti fengið svona útreið líka. Ef það væri gerð svona úttekt á mér. Já. Þannig að þetta er óvirðing við þverfagleikan. Já. Af því að allt sem er nýtt núna í akademíunni eru þverfagleg verkefni. Já. Við þurfum náttúrulega einhverju sem að kafa ofan í sömu hóluna í mörg ár til að ná einhverjum framförum þar, en til þess að í þessu flókna samfélagi sem við búum í núna, þá verðum við að styðja við þverfagleikan. Og gervigreindin réði ekki við þetta verkefni. Nei, greinilega ekki. Mjög umdeilanlegt að hún hafi verið notuð á þetta og svo það sem gerist eftir á, það er eins og það sé olía á eldin. Starfsmanni sagt upp vegna þess að hann vann við annan háskóla. Hann var að flytja fyrirlestara við annan háskóla. Hvað það? Hefur þú mátt þú hjá HÍ? Það var reisið upp nokkrir háskólakennarar við HÍ og sagt, býtu, ég má alveg flytja fyrirlestra við aðra háskóla. Ég hef flutt fyrirlestra við aðra háskóla. Ég hef ekki kennt heilu námskeiðin, en ég hef, þannig að það er bara sjálfsagt að fólk geti nýtt þekkingu sína og kent á fleiri með einum stað. Það fer náttúrulega eftir hvað það er mikið. Það verður 100% vinnu hjá einhverjum einum háskóla og svo kannski 50% vinnu hjá einhverjum öðrum. Það er alveg svona svolítið, double dipping eins og bandaríkjamenn segja. En ef þetta er bara svona fyrirlestur það er annað mál. Hvaða lausn sérðu á þessari krísu? Ég held að það þurfi bara að kafa ofan í hvernig stjórnun þessar skóla er. Bara tíminn líður. En ég hef ekki séð allar þessar fæslur hjá kollegum mínum í Háskóla Íslands. Mjög öflug bylgja í gerkvöld. Já, ég var í matabóði, þannig ég var ekki að skoða samfélagsmiðla. En ég sá það sem var skrifað í morgun, sérstaklega á Vísi. Sko, fólk hefur náttúrulega eðlilega tekið sér tíma til þess að reyna að melta þetta. Þetta er búið svo kryptist eins og ég sagði áðan, en stjórn skólans liggur undir mjög hörðu ámæli núna. Hefur þú fylgst með þessu máli, Lars? Ég bara þessum sleggjum í fjölmiðlum, sko. Ég nú herra skoðunar að þetta sé bara svona eins og einhver saumaklúbbur sem fer að rífast og þú veist að þetta sé raunverulega stormur í vassglasi og ef menn geti ekki unnið saman þá þarf að reka einhvern. Það er ekkert flókið, sko. Gefur þú lítið fyrir akademist frelsi? Nei. Sko, þú voru átt að því, ég eyddi mínum háskóla árum í atvinnumennsku í knattspyrnu, sko. Þannig að, þú veist, hvað gerist innan þessu akademiska kerfi, það er ekki, þú veist, ég hef ekki nógu mikla einsýn til þess að bara tala það, sko. Nei. En ég skil að, þú veist, að vera að finna ykkur að lausn. En af því að þú, varst einu sinni auglýsingastjóri hjá RÚV. Já. Þín síðasta snerting við boltan í þessum þætti auglýsti RÚV, ég ætla að fara aftur til upphafsins, auglýsti RÚV of mikið. Við mistum einhverja mínútur í leiklífum og svona. Ef þú hefði sjálfur verið auglýsingastjóri núna. Já, ég hefði, sko, þú veist, auglýsingastjóri ná jobbið sitt undir því að ná áætlun. Og það er erfitt núna á þessum seinustu og verstu tímum. Ég hefði tekið hverja krónu en ég hefði haft samviskupið yfir að vera að stela frá áhorfendum skjáttíma. Ok, heiðarlegt svar. Takk fyrir það. En Lóa, þú ert nemandi við Háskólann á Bifröst. Hefur þetta snert þig eða ykkur nemendur á einhverju leyti? Sko, ég er í meistaranámi í lögfræði og nei, það hefur ekki gert það. Ég býn nú að því að hafa verið núna nánast í öllum háskólum á Íslandi. Ég var mjög lengi og er útskrifuð með 2 gráður úr HÍ og var sjálf að kenna þær í mörg ár. Svo er ég með meistaragráðu líka úr HR og svo er ég með þessa gráðu að fá mér hana og svo hef ég líka verið í háskóla í Bandaríkjunum og það kom mér skemmtilega óvart þegar ég byrjaði í Bifröst hvað í rauninni er mikið hjarta í þessum skóla og kennararnir eru frábæri, sko.
og þannig að ég er náttúrulega bara í miðjum klíðum núna, það er bara mjög þunglota í gangi hjá mér núna. Ég er náttúrulega bæði í vinnu og svo er ég að gera þetta á kvöldinu um helga, þannig að ég hef ekkert fylgst með þessu, ætla ekki að setja mig inn í þetta. Fyrir mér er þetta eitthvað sem snýr að kennurunum. Ég svona spyr mig samt að því að ég er nú búin að vera að læra vinnurétt og það er nú ýmislegt þar sem snýr að svona samninga verða að vera upp á borðinu og ef þú ert að vinna hjá mörgum þá verður það að vera upp á borðinu og það verður að vera það vitneskja og samkomulag annars atvinnurekandinn í mér er fljótur að kikka inn að þú gerir ekki bara eitthvað að því það er einhver hefð fyrir því þannig að ég þekki þetta mál ekki neitt en fyrir svona sko af því að maður kemur ekki á campus við erum þá get ég ekki sagt til að það sé einhver vond stemming að því að hún er bara alls ekki vond hjá okkur nemendunum ég hef ekki áhyggjur af orðspor Bifrösta til langs tíma ég ætla að taka undir með Lárusi ég er nú aðeins eldri en svo í þessum bransa að þetta sé nú kannski bara eitt stormur í vatnsglasi sem að muni síðan bara leysast á vonandi einhvern fastelan hátt og eftir einhverja mánuði þá er bara aðrar áskorunir sem að stjórn háskólans eða annara háskóla koma upp því að þetta er ekki fyrsta skipti sem að ég sé krauma undir niðri hjá opinberum starfsmönnum einhverja óánægju þannig að ég ætla nú bara að fá að setja þennan vinkilinn á þetta sko ég bara auðvitað þarf að taka á þessu stjórnin þarf að taka á þessu og ég bara full að trúa að þau gerir það sko Ljómandi, við komumst ekki lengra en það er búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur Þórdís Lóa, þú ert að koma hérna í fyrsta skipti á samstöðinu. Kapitalistinn hérna við rauðaborðið. Þegar þetta hægt hann kallar mig vinstri konu þegar þetta hægt að pólitísku vinstri þá kem ég sem sérfræðingur ég tala Já, ég vil fá þau oftar manstu við vorum einu sinni þáttastjórnendur bæði á Hringbraut við vorum það nefnilega ég nefnilega lærði sjónvarspródúsjón í gamla dag. Þannig að þú getur bæði verið gestur og ég geti verið hann að baka. Ég geti komið ykkur. Ég geti verið með. Ég hef búin að vinna mjög oft í sjónvarpi og það eru komin í starfsmenn hérna. Það er bara Já, en sko vandinn er sá að þegar ég var að læra sjónvarspródúsjón þá voru við hlaupandi á milli herbyggja með betaspólur. Ég er ekki alveg viss hvað sér þannig. Ég sá einhverja frétt í morgun í einhverju erlendu fjölmiðlum að það er komin einhver búnaður þar sem getur hort frítt á allar sjónvarsstöðvar. Voruð búin að heyra því? Nei. Vegur versnandi fyrir. Sjónvarpið á í svolítið vanda, sko. Ég held að við höfum ekki rétt ákvörðum að hætta RÚV. Réttu tíma. En Lárus, kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis, takk fyrir. Alltaf áfram að skora mörk. Já, gerir það. og Kristín Vala Ragnarsdóttir, kæra þakkir fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Búið að vera fjörleg og bara hreinskiptin umræða. Takk fyrir. Takk fyrir. Og áfram einn, hlustendur, ekki fara langt, næsti kafli eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.